Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Við höfum verið að ræða strandeldi nokkuð að undanförnu og svo sem oft áður, en tilefnið frumvarpsönleikurinn í þinginu lagareldi sem hefur verið gagnrýnt af ýmsum ástæðum. Og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þetta mál og hingaði kominn hann Jóhannes Sturlaugsson, líffræðingur, sem hefur verið að fylgjast með laxfiskum í marga áratugi, ekki? Jú, þetta týnst saman og það sést nú kannski þegar háralíturinn skoðað. En jú, þetta komið á 4. áratug. En laxfiskarnir, ekki síst í sjó og eins reyndar sjávarfiskar eftir föngum, sko. Þó að ég hef nú gefið þeim frí nokkurt skeið núna síðustu árin. En hvað með strandeldið? Hvernig horfir þú á það? Er hægt að vera með gott strandeldi eða verður bara afskuð þetta? Ég reyndar á þeirri skoðun að eins og margir aðrir sem eru með þá sýn að náttúran þurfa að vera í standi og það nú þetta viðtekin sýn nútímans að sjókvíaeldi, þetta strandeldi eins og við þekkjum það í dag í opnum sjókvíum, það gengur ekki og hérna á Íslandi þá erum við nú reyndar í meiri bobba en víða af því að við erum með norskan lax í þessu og nú að nóg að taka en við erum núna að mæta því að það hefur verið að setja lagaumgjörð eða komið fram lagafrumvarp sem hafa gildum áratuga skeið og langt inn í framtíðina reyndar sem að gerir ráð fyrir þessum óskatnaði áfram hér yfir stendur landsins og auðvitað eins og gengur þegar svona í seinni tíð þá eru öflin það sem við getum kallað að markaðsöflin eru ráðandi en náttúruverndar þættirnir þurfa að lúta í gras fyrir þessum þrýstingi öllum saman en svona eins og þetta kemur almennt fram og þannig birtist það í þessu frumvarpi. Það verður að segjast eins og að 2019 var sett frumvarp eða semst voru sett lög þessi málefni og sem voru meingölluð. Nú átt að taka þetta átt að fara í úrbætur á þessu og meðan þú tóð mikill gagnrýni ríkisendurskoðunar að kerfi væri handa og nýtt. Já, og sem það var og og það það brotakent að það engin raunveruleg samhæfing og má ekki gleyma því að kannski rétt að koma inn á svona í víðfeðmara samhengi hversu slæmt þetta allt á einhverjum markaðsforsendum. Við erum núna að skrifa undir alls konar samninga og við erum með okkar náttúruverndarlög og annað við erum með aðilega samningi fjölbreytileika lífríkisins hjá Sameinuðu þjóðunum og slíkt. En allur þessi tími, ég meina það var skrifað undir það á síðasta áratug síðustu aldar. Þá erum við ekkert búin að gera neina gangskur í því að aðlaga kerfið okkar. Við erum sífellt í meiri vanda út af því að það gengið á hlut náttúrunnar og það jú það sem heldur okkur á lífi að hún sé í lagi, vistkerfi jarðar. En engu síður þá eru til dæmis ráðuneyti og annað, það bætast við lögfræðingar. Það er ekki eins og að sjá umhverfismenntaða lögfræðingar vera að koma inn í stríðunströmmum. Vistfræðingar og aðrir sem ættu að vera að koma þarna í samhæfingarskyn og annað, þeir eru lítið sjáanlegir og svo allar nefndirna, þær eru bara eins og bara í gömlu hreppsnefndunum hérna í gamla daga. Það eru 3 kallar helst, kannski komin ein kona eða eitthvað sem getur líka upp á þetta í seinni tíð. En þetta ætti að vera fjölskipaðar nefndir sérfræðinga. Við búum í þjóðfélagi sem gerir ekki bara ráð fyrir, það allt samtvinnað af atriðum sem við erum búin að vera að sérhafa fólk í út og suður. Svo ekkert verið að notast við þessa þekkingu. Því að markmiði ríkisvaldsins að styðja uppbyggingar áform þessara fyrirtækja og öll umgjörðin eiginlega snýst það. Hvernig getum við haft lagaumgjörðina svo að fyrirtækin geti farið út í þá miklu uppbyggingu, stórkostlu uppbyggingu sem það ætla sér. Já,
Og það mjög áberandi í þessu því að það hafa nú sko margir lagt hönd á plógin að reyna að sko miðla málum, við getum bara kallað það til þess að reyna að bera blaka á náttúrunni og það eru náttúruverndarsamtök sem kenna sig við laxinn og okkar almennu náttúruverndarsamtök hérlendis og einstaklingar og veiðifélög og hvað þetta heitir sem að reyna sitt. Og nú svona eins og í seinni tíð, til dæmis eitt af þessu sem bara ekki að virka, þó að líta eiginlega vel út á yfirborðinu, það þetta svo kallaða samráð við hagsmunaaðila sem ég hef nú að tína til þarna og almenning líka, því að hann líka hefur aðkoma að borðinu til dæmis í gegnum samráðsgátt sem tækifæri þegar þetta komið á síðasta stað, lagafrumvarp komið fram, þá getur almenningu komið og gert athugasemdir. Og gott og vel. Og ég var nú þannig orðin í sveit settur að því að ég var alltaf að fjargviðrast yfir ykkur og var ég að fara á fund eins og síðastliðin vetur með ráðuneytisstjóra, ráðuneytisfólki og ráðherra þessi mál að því að mér blöskar og ég í rannsóknum bara, það hvílir á mér svo skylda að reyna að gera eitthvað í málunum og reyna að vekja fólk til umhugsunar. Og þarna þá, sem sagt í tengslum við það, þá sjá þeir að það kannski alltaf að hafa þennan grána með í hópnum þegar þeir frá landssambandi veiðifélaga og náttúruverndarsamtökum koma til fundar og það verið að hafa samráð í kringum þessa stefnu til 2040 áður en að þetta lagafrumvarp var sett fram. Og þarna maður eins og allir hinir að reyna að koma ykkur á framfæri og síðan bæði beint á ráðuneyti skrifuðum texta og síðan á þessum fundum og áfram gakk og í gegnum gáttir á vefnum og allt þetta. Og hvað gerist? Þá átaka tillit til allra þátt á guðum á þetta hvað. Þetta hljómar alltaf eiginlega vel og allir eru viðtalsgóðir. Síðan kemur frumvarpið fram á endanum og til Alþingis núna í lok mars. Og við verðum að muna það að þetta frumvarp sem að kemur frá vinstri grænum. Vinstri grænum. Þetta svo ótrúlegt að því að maður hefur eðlilega bara yfirleitt trú á fólki og maður hafði trú á þarna kemur þetta sem hún Svandís maður hélt að væri þarna eitthvað gott að fara í gang eða sem sagt að reyna að koma einhverjum böndum á þetta. Hún þarf nú að hverfa frá en gott og vel þetta komið þarna frá matvælaráðuneytinu undir hennar stjórn í byrjun. Hvað gerir svo? Katrín tekur við þegar að þá allt í einu plokkuð burtu ákvæði sem að í rauninni bitu og bara til þess að reyna og svo þetta förum kannski inn á það síðan Bjarkey sett þarna og það engin tilviljun greinilega að manneskja sem tilbúin að berjast með odd og egg fyrir þessu sett þarna en hvað gerist? Það eru tekin út ákvæði sem að í rauninni bitu gagnvart þessum aðilum sem að stunda þennan, við skulum bara segja eins og sóða iðnað. Það að segja, ef var ómikið strók úr fiskeldiskvíunum eða sjókvíeldiskvíunum sem er óhjákvæmilegt. Já, sem er óhjákvæmilegt því að þetta eru bara netpókar sem að fara út og suður á hverju einasta ári eins og dæmin sína og ég nú sjálfur með upplýsingar það. Að þá, hvað gerist? Að þá átt að hegna mönnum með því að það að draga úr því eldismagnið sem þeir hefur leyfi til að ala ef að þetta strók eða þessi við getum kallað mismun á fiski sem að í rauninni settur í pókan og síðan slátrað upp úr honum. Væri yfir ákveðnum mörkum og svo framvegis og það væri ákveðin stigveldi í því. Og nei, þá gufar þetta upp og hvað kemur í staðinn? Það koma fjársektir og bara til einfölduna fyrir fólk til að átta sig á hvers konar kerfi þetta er. Þetta þessir aðilar með leyfi til að ala þennan norska lax á íslensku strandsæði sem að við þurfum aðeins að koma inn á að blandast og eyðileggur eiginleika íslenska laxins. Þeir hafa leyfi til að ala þarna norskan lax og það kippt út ákvæði sem býtur sem bara miðað við alla þær hörmungur að leyfa þetta yfirleitt. Ætti þó að misskosta að vera þarna inni og sektar ákvæði sett í staðinn. Það eins og þeir sem hafa leyfi til að gera bíl að þeir myndu aldrei fá neina punkta fyrir ógætilegan akstur. Þeir myndu geta keyrt blindfullir
alla koppagrundir. Við getum bara sagt til þess að fá samsvörun til dæmis norskir forríkir ökumenn. Þeir gætu verið hér blindfullir í akstri all land og þeir myndu vita sem að þeir þyrftu aldrei að missa ökuleyfið. Þeir myndu bara borga sektir og fyrir menn sem að eiga svo mikið af penningum og þeir veit ekki einu sinni hvað þeir eiga, þá skiptir það minna en engu máli. Þetta keypt sér fyrir ábyrgð. Já, og ofan í kaupið þá sett meira sig að það má ekki hegna þeim of mikið. Það toppur á því hvað þegar þeir eru komnir í svakalegt strók. Þeir eru alltaf fullir að þá þurfa þeir ekki að borga. Já, bara magnafsláttur. Það bara betra að vera fullur allt árið. Hún var hérna Þorgerður María sem formaður Landverndar. Hún var að segja þetta samráð að eins og ég skildi hana að það bara aldrei tekið tilliti til þeirra athugasemda. En hins vegar augljóst að sjá hvernig málið þróast eins og þú það lýsa. Að það tekið tilliti til athugasemda lögfræðinga fyrirtækjana. Og þannig að hægt og bítandi þá sveigist öll lagaumgjörðin af þeirra þörfum. En það ekkert hlustað á þig? Nei. Eða Landvernd? Eða? Nei, þessir aðilar sem hafa verið að setja fram þessi rök og ég vil bara segja að þetta nákvæmlega, margt af þessu í grunninn bara nánast allt. Það sama maður var að tala fyrir 2019, maður byrjaði að skrifast á við ráðuneyti, síðan voru það þingmenn, maður sendi á hvern einasta þingmann og svo framvegis, nú þetta bara sama og þetta svona, þetta verður leiðigjant að þurfa að lemja hausnum svona við stegininn og sjá að það ekki tekið mark á nokkrum sköpum hlut nema þessum hagsmunum þessara. Hver ástæðan? Lítur ráðuneytið og þau sem að smíða þetta saman svo á að ykkar athugasemdir séu nú bara eitthvað vitleysa, eitthvað svona tilfinningar og vitleysa því að og eigi ekki taka mark á því? Eða lítur svo á að þetta er allt saman rétt sem að segja en hérna bara miklu mikilvægari hagsmunir sem það að okkur takist að framleiða hér svona mörg tonna af eldislaxi. Einhvern veginn að fara menn að því að skauta fram hjá þessu sem að skiptir öllu máli semst að lífríkið sé í lagi og einhvern veginn, það eru tvær leiðir auðvitað, annars vegar það getur auðvitað hýst þannig á eins og kannanir hafa sýnt varðandi stjórnendur að ákveðin partur af þeim bara, hann vantar siðferðiskennd og það ekkert illa ment hjá þeim, þá auðvitað þurfa þeir ekki að hafa áhyggjur á neinu. Aðrir eru ægilega uppteknir af því að peningar skipti öllu máli og það uppteknir að þeir sjá ekki glóru í neinu sem að varða það að halda vistkerfum í gangi og enda þótt við Íslendingar höfum byggt okkar tilveru á lífríki landsins frá byrjun og meira heldur en einhverjar innvætta þjóðir og aðrar sem að hafa lifað á iðnaði og fleirum langar hríð. Ég segi þetta er svo galið þegar við erum með stjórnmálamenn sem að náðu sig ekki. Og ég tek sem dæmi Þú mætti að vinna fyrir almannahag. Já, hvernig má það vera til dæmis að Bjarkey segi að þetta hafi verið eitthvað lögfræðilegt tækniatriði að það skildi alfarið verða ótímabundin leyfin sett inn svo býtu þetta er svo þarna kemur þingmaður norðan úr landi fyrir sléttum 1000 árum þá höfðum við annan þingmann norðan úr landi Einar Þveræing það er fræg ræðan hans hún var dálítið öðruvísi heldur en ræðan hennar Bjarkeyjar. Hann er fallin frá. Hann er fallin frá, en við eigum Grímsey ennþá. En við erum að tala að þarna var sett fram að afnota rétturinn af fjörðunum okkar fyrir vestan og austan skildi gefin Norðmönnum. Þetta var ekki, það fylgdi ekki einu sinni með þegar Ólafur Haraldsson óskaði eftir Grímsey að hann ætlaði sér að eyðileggja íslenska náttúru. Það var ekki með í pakkanum og mönnum blöskraði samt. Þannig að við sjáum munin. Svo er hitt sem maður má ekki gleyma að stjórnmálamenn eru alltaf stjórnmálamenn. Og auðvitað er alveg möguleiki þó að það væri þó orðin svona ríflega smjörklípa að menn hafi hugsað, hvernig væri að hafa þetta svona og láta alla umræðina snúast þetta en ekki að við erum með lagafrumvarp sem er það mest tortímandi lagafrumvarp gagnvart íslenskri náttúru
sem hefur verið sett fram á Alþingi. Þótt að við myndum laga þetta. Þetta, já, heldur betur. Já, ég spurði Þorgeir að þessu, þannig að það getur ekki svarað þessu, hvort þetta sé þannig sett fram að það sé búin til eitthvað sem á að vera deilanum og svo bakka þau í því og allir halda þau sé að gera hið rétta, en þá flýtur í gegn frumvarp sem er hryllingur. Já, þetta er sko óskapnaður af þeirri ömurlegustu gerð sem hefur sést í sölum Alþingis. Lýstu því aðeins fyrir mig. Segjum að þetta frumvarp fari í gegn og það er hugmyndin. Það er að búa til lagaumgjörð utan mikinn uppgang og uppbyggingu í strandeldi og svo sem eldi almennt. Segjum að þróunin yrði þessi eins og fyrirtækin vilja og þessi lagaumgjörð verður ramminn utanum næstu 40-50 árin. Hver er verið afleiðingarnar? Afleiðingarnar eru þær að við missum smátt og smátt fleiri og fleiri íslenska laxastofna til dæmis úr okkar vistkerfi. Það byrjar á þessum sem eru næstir og þeir eru... Á hverju? Já, það er út af, það er þú spyrir svona svo að fólk sem almennt ekki til málsins fái innsýn í það, en það er út af því að eitt er að við erum auðvitað, við getum kallað það bara mengun því að þetta er bara mengun þessi starfsemi í fjörðunum og við erum að eyðileggja svona vistkerfin þar innanbúða, við getum tekið það fyrir eftir en ef við förum í hitt, af hverju skildi þessi mengun á Austfjörðum og Vestfjörðum, eða semst Vestfjörðum og Austfjörðum eyðileggja íslenska laxastofna? Já, það er út af því að eins og sagan sýnir frá nágrannalöndum okkar, sem það er Noreg og Kanada og þar sem þessi óskapnaður hefur verið settur niður og Bretlandseyjum og annar staðar, að það eyðileggur sjókvíeldisfiskurinn eiginleika villtu laxastofnana. Sem gerir hann vanhæfari til þess að lifa af eða? Já, vanhæfari til að lifa af og það er alls konar speki verið sett fram til þess að reyna að afsaka þennan subbuskap en það er þannig að auðvitað til dæmis fiskurinn okkar hér, hann er búin að vera að aðlagast íslenskum ám og göngum sínum í hafinu ætislóðir og tilbaka á hregningagöngu í árþúsundir eða frá því að þeir námu hér land í kjölfar síðustu ísaldar. Þessir eiginleikar gera stofnana mismunandi leið því að þeir eru búin að aðlagast að hverju kerfinu og fætur öðru allan hringinn kringum landið. Hver áður með sinn stofn. Og eins og kom núna bara þetta litla sýnidæmi sem við fengum í fyrra haust, eða fyrra sumar, lók sumars í ágúst, þá er okkur sagt allavega að 3500 laxar. 3500 laxar hafi sloppið úr kví hjá þeim. Og þeir komum allt land í runni. Þeir fara, sem sagt, yfir meir en helming af landinu, það kom ekki úr hinni áttinni á núna því að það hafði við getum komið inn á það síðan verið svakaleg ógeðspest sem kom með laxeldunni yfir á Austfirði og þeir þurftu að slátra öllu upp þannig að það var ekki sami þrýstingurinn þar núna því að þeir hafa þurftu að slátra öllu upp og það var ekki komið í þá stöðu. En við fengum þarna með en það semst var komið bara inn á Suðurlandið og inn í Eyjafjörð. Fiskar úr þessu og af þeim, hugsaður, veittust 500 með einhverju átæki sem að það var ekkit tilbúið frá hendi stjórnvalda. Það var bara, hvernig getum við bjarga okkur? Það var þetta bara heimamenn urðu að hlaupa út í árnar og ráða einhverja norska kafar og annað til að hreinsa upp það sem hægt var. En við þurfum þetta ekkit að fara í grafgötunum það að bara brota þessu náðistu upp. Ef við gerum ráð fyrir að þessi 500 laxar og hafi semst það hurfu þarna, segjum bara að það hafi verið 3500 laxar. Svo segjum bara 500 hafi ekki náð í land. Þá verðum við 2500 laxar, það er svona það bil 10%. Ég allavega aldrei undir kannski 6% af því sem að hringdi í fyrra hafi verið norskur eldislax. Þetta er pínulítil tala. Við erum að tala núna 3500 laxar, við erum með 25 miljónir laxa í kvíunum. Hvað þarf slysið að vera stórt til þess að þessna segi ég það? Hvað gerist ef að norskur eldislax hrygnir í íslenskri á? Já, það gerist að það tinnist út erðamengið og þessir eiginleika til þess að lifa af dala, en þetta er aðeins flóknara. Og mun hann þá ekki lifa af? Ég meina, lífsbaráttan er hörð og ef hann ratar ekki það sem forfeður hans hafa farið,
að þá líklega að hann bara degi eða... Já, það dælist alltaf nýjir fiskar. Það eru rökin sem að menn nota, já, þeir eru ekki eins hæfir, það náttúruvalið og allt það eru rökin og það er bara klókt hjá þeim að prófa það. En málið það að okkar færistu sérfræðingar og þeir eru í Noregi, eins og Ketil Hindar, hann er bara búin að sýna fram á það að það sem að menn hafa verið að röfla að þetta taki áratugi, hugsaður að vera að tala það að þetta taki áratugi að eyðileggja. Að þetta sé ekki nema áratugi að eyðileggja stofnana. Að hann segir að það geti gerst bara í nánast í sviphendingu þegar þannig ber undir. Og við fengum smá sýnidæmi í fyrra. Lítill stofn, lélega göngur í árnar og þetta. Þetta hann búin að segja og hann hrekur það sem að menn voru að reyna að segja og byggðu á hans eigin gögnum. Svo hann kom nú bara fram og þannig að þetta eitt, en það ekki bara þetta. Það gleymist að lífsferillin flóknari og í ánum erum við með snemkjóðska hænga, semst. Það svo allt svo billett hjá okkur kallmönnunum, þannig að hængarnir, þeir geta orðið kynþroska sem seiði í ánum. Það geta hrygnunar ekki. Og það þýðir það að við erum með snemkjóðska eldishænga í ánum sem þurfu ekki að takast á við hafið og þeirra breytur hann. Þessir hængar sína rannsóknir, ekki bara almennt snemkjóðska svona hængar, þeir geta verið á bakvið alltaf 60% af frjókuninni frá hendi hængana. Þá getur við ímyndaður... En ef menn að segja að það náttúruvalið sér það, bara náttúran hendir þessu veikar í burtu, að það gerist ekki í þessu tilfelli. Nei, en það gerir það heldur ekki í nægilegu magni því að í rannsóknum sem ég hef gert núna árlega á síðustu 9 ár í Arnarfirði, og það nú með mér maður sem prófessor í stofnlíffræði við Háskóla Íslands, Snæbjörn Pálsson, þá kemur á daginn. Jú, við erum með helling af þessum sjókvíeldislaxi, langt yfir þessum mörkum sem Hafró setti sem voru samt handónýtt eins og komi í ljós þegar að þetta áhættumat auðvitað bara greinilega var handónýtt eins og kom fram í fyrra. Að þá erum við ekki bara að sjá helling af sjókvíeldislaxi, við erum farnir að sjá blendinga í hrygningalagsinum, ekki bara seiðum, heldur það eru fiskar sem eru komnir úr hafi undan sjókvía fiski og þessum. Og þetta var maður auðvitað að kynna ráðuneytunum, maður var að fara yfir þau hvað þetta en hugsið ykkur bara hvað þetta svakalegt hvernig við keyrum á allt. Það sama meiri segja hjá stofnunum sem eiga að vera að hugsa hag landsins, að það verið að flokka stofnana niður í eitthvað sem að skiptir meira máli og minna máli. Höfum við eitthvað það að segja hvort að stofn sem lítill skiptir í rauninni minna máli heldur en stofn sem stór og sérilagi eins og þetta sett fram nýtt einhverjum ákveðnum hætti. Það hlutverk líffræðinga? Ég segi nei. Og við erum ennþá með uppsetningun á gamla áhættumatinu að það eru stofnar sem að ef þú ert að veiða þau í einhverju magni og ef þú skráir veiðina og þannig kannski segjum 50 lögsum á ári að meðaltali einhver 10 ár, þá ert þú með einhvern svokallaðan nytja laxastofn sem að fer inn í áhættumatið. Býtu, af hverju skildur þú þurfa að hafa einhvern nytja laxastofn til þess að komast þar inn og sjáðu hinnendan, í lögunum það þannig að þegar að þeir eiga að fara að borga þarna sem að megi ekki fá punkta eða missa eldisleyfin heldur bara keyrum fullir og borga bara með pening sem að nóg til af, að þá fá þeir afslátt ef fiskurinn frá þeim veiðist í litlu, sem eru smáar í fjölda laxatali í ánum sem eru utan við áhættumatið, ef þeir veiðast þar þá kostar það ekki nema 5-falt minna, en það meira en 5-falt meiri áhætta fyrir þá litlu stofna að fá hvern einasta fisk inn. Þannig að þetta eru þvílík öfumæli að maður botnar ekki neitt í neinu. En það sem stjórnvöld að gera, þau eru að búa til ramma sem á að ná utan mikil plön stórkostlega aukningu á framleiðslu í strandeldi. Það er planið. Já. Ef að það gengur eftir, förum bara 40 ár fram í tíman, það að segja að vilti laxastofnar á Íslandi verði meir og minna orðinir spiltir?
Já, ég myndi segja það. Þú ekki segja algjörlega, það er sko, við þurfum ekkit frekar rannsóknir eða eitthvað. Já, og það er eitthvað sem við getum ekki lagað, það er ekki hægt að laga það tilbaka. Nei, sko, þegar það komið yfir ákveðin mörk þá er það ekki hægt að laga það. Og við erum með, í Noregi bara sláandi dæmi hvernig hlutirnir eru. Við erum með, sem sagt, 40% af ánum þar eru sko alvarlegt ástand og blöndunin er í 70% af ánum. Samt er engin, það er ekkert að aukast þarna eða sem skiptir máli langt árabil og þeir eru alltaf að aðhafast meira og meira. Þeir eru sko á fulla fjalla þess að laxa á hverju ári. Það erum við ekki að gera nema bara þegar eitthvað oframdar ástand kemur og þá verður mann bara að bjarga sér hver sem getur. Og svo áttu einhverjir eldisaðalar að greiða fyrir þetta. Ég veit ekki til þess að það borga einustu krónu. Þeir borga ekki neitt. Það sem þeir gera, þeir fá leyfin og ef þeir eru ótímabundin þá vita menn hvað það þýðir. Þá ertu bara í klónum á þeim til eilíðar. Þeir fá leyfin og leið og leyfin eru komin til hvaða tíma sem það er. Þá skipta þeir gír. Ásjónan breytist. Þetta er þekkt frá Noregi. Þeir sem áttu að hafa endalausa atvinnu á þessum svæðum, maður tala við menn, heyrðu, hvað gerist? Það eru einhverju menn að vinna þarna þegar þetta er í gangi og byggjast upp. Komnum með leyfið, heyrðu, allt í einu þá eru fóðpípurnar og allt sem er bara keyrt á tölvum úr landi. Þá eru einhverjir kallar sem sitja alltaf annars þar á landinu að gera það. Það er búið að taka yfir fjörðin þinn. Þú farð allan óhróðan, mengunna, lúsaeitrið sem eyðileggur rækju og humar og guma og vita hvað. Þú farð koparinn sem að situr eftir þrávirkur í kerfinu. Þú farð laxalúsina sem að eyðileggur stofna sjóbyrtings laxinn sem er á leið til hafs fær ákveðnu magni dauðadóm og kemst aldrei tilbaka út á það. Og svo framvegis, þetta farðu allt saman en þeir eiga að vera með þetta fría spil endalaust og þessi lög eru ekkert annað en undirlægju háttur stjórnvalda gagnvart þessum aðilum. Það var engin að biðja ótímabundið leyfi. Það var engin til dæmis í byrjun 2019 að biðja það að áhættum að erfðablönduna væri þannig að það væri ekki allir laxastofnar inni. Hvernig mátti það vera? Að þegar að menn eru að spila svona spil að menn byrja á að menn með góð spil á hendi og til dæmis að verja alla laxastofna að gera eitthvað vitrænt að þeir ákveði að fyrrabræði án þess að nokkur byrji að þrengja þetta og skapa þar leið skaðabóta ábyrgð færana frá eldisaðunum yfir á ríkið því að við vitum að þeir sem eru fyrsti til að falla í valin eru litlustofnarnir viðkvæmur næst eldinu sem eru ekki í þessu áhættumati. Þetta er eitt dæmi. Núna erum við með annað dæmi þar sem að ríkið ætlar að byrja óumbeðið að hafa ótímabundið, þeir ætla líka að gefa þetta. Það má ekki einu sinni, þó að það sé nú kannski ekki stærsta málið, en þá í staðin fyrir að við værum búin að fá á 300 milljarða fyrir leyfin sem eru hér, ef þetta hefur verið boðið út eins og í Noregi, þá erum við þetta ekki með krónu. Og svo erum við ekki að mæla með því að við seljum frá okkur gullin. Nei, og bara fyrst og síðast á að hugsa þetta á nótum náttúrunar, en það er eins og auðvitað bara umgjörðin í ráðunautunum annars sýnir það að það og þetta er búið að taka fyrir meira þess að í skýslum hjá meira þess að ríkisendurskoðun 2006, þá var þessi óskapnaður ekki komið, þá voru þeir að tala bara út af líffræðilegu fjölbreytni, þessar skuldbindingur, alþjóðlegu og allt það, að það væri bara ekkert að gerast, það væri engin samhæfing, það væri ekkert verið að fá sérfræðinga inn sem skiptum máli. Þetta er alltaf gamla, það er bara 3 manna hreppsnefndin og svo er það sem sagt lögfræðingarnir. Það er eins og við séum ennþá á öndverðir í síðustu öld. Svo hlustað á loforð eldisfyrirtækjana sem að þú segir að sé svona álíka merkileg og það sem að Úlfurinn sagði þegar hann var að reyna að komast inn til kýlingana.
Það allt annað hljóð í honum þegar hann fyrir utan heldur hann komin inn. það málið og við kannum þetta kannski bara að rifja þá sögu sem á afhverju var að vera að segja fyrir hana. Já, það þyrfti að fara í nokkra kvöldlestra. En varðandi mengunin á fjörðunum sem þú varst að segja að þetta eyðileggur botnin og rækjuna og humarinn og það lús þarna og laxinn og sem að fer inn í aðra stofna fyrir sjóbirtingin og fleira og laxinn fer með lúsina með sér þegar fer. Já. Drefst þar náttúrulega, ég held að flestir hafi nú séð myndir af illa förnum löxum af þessar lús sem eru bara hálfjetnir lifandi, hryllingur að sjá þetta. Er laxalúsi þannig, hún getur bara að fara í laxfiska og borðar ekki hvítafisk, bara bleikan? Já sko, hún er það til vandræða, svo eru þarna, kemur sjávarlús og annað við sögu, en sko það sem að mér finnst bara að vera til þess að einfalda þetta, þá er þetta þannig fyrir þá sem að þekki ekki þessi lúsamál að þetta er eins og með allt annað sem er þarna, þetta er svona sjókvíeldið er eins og magnari. Það sem gerist þarna slæmt sem er á marga vegu, það magnar allt upp, það magnar sjúkdómana og flytur og reyndar til landsins eins og við höfum séð. Það magnar laxalúsina, við þekkjum laxalús, en hún verður aldrei í þessum mæli að hún skapi þennan sama vanda eins og gerist þegar við höfum þetta. Það er bara líkundur á að hver fiskur fá í lúsina eru bara svo miklir að þetta er bara hryllilegu faraldur. Já, og þá getur mann sagt, sko í þessu tilfelli er það þannig að blessunarlega þá eru sko kannski okkar helstu laxveiðár svo kallaðar, réttnefndar, ekki á Austfjörðum og Vestfjörðum. En við höfum þar ár líka og eins og ég segi, sá fiskur sem þarf að fara þessi svæði, þessa firði, þessa flóa, hann er svo útsettur fyrir þessu að ef hann er, sko, það er alveg hámark 10 lýs, sko lirfur, pínu litla, þú sér það ekki einu sinni þegar það setjast á þá, að þegar þeir fara til hafs, það er líflásdómur. Þeir eiga alveg sama hvaða aðstæður þeir komast ekki. Nú sér maður bara hinnendan þegar maður er í ánum, þá maður farin að sjá laxa sem hafa verið á mörkunum að komast en hafa náð í land og þeir eru svo illa útleiknir, þeir eru náttúrulegir en þeir bara hafa lent í þessari byrði að vera alveg á mörkunum. Þessa laxa sér maður bara ekki, hafði aldrei séð áður en þeir eru bara eitt flakandi sár. Þannig að þetta er eitt og svo má ekki gleyma þessu sem er í gangi að við erum með uppeldisstöðvar nytjafiska eins og þorsins og annað í þessum fjörðum, þannig ekki Ísafjarðardjúpinu og akkur ættu við að vera að leika okkur með fjöreggið? Normenn eru búin að sýna það að það eru heilu firðirnir steindauðir hjá þeim. Þetta er bara, fólk verður að muna, þetta er bara eins og hella eitri út í svæðin í raun og veru. Hvort það tekur fáin ár eða áratugi getur verið misjafnt hvernig haldið er á málum en við erum á leiðinni til tortímingar og svo er þessi auka bónus sem að enginn botnar að fá þetta all land og eyðileggjandi lífríki í ám út all land, hringinn í kring kemur í gegnum erðablöndununa hjá út af laxinum og þar auðvitað eins og ég sagði, handónýtt áhættumat Hafrannsóknastofnunar byrjaði með því að leggja til ómögulegan grunn með því að taka suma stofna inn í matið og aðra ekki með því að ákveða einhver mörk fyrir prósentulegum mörk sem að eru fjarri því að vera eðlileg sem að tengjast líffræðilegum eða sem lífsferli laxins og hvernig hann skipa sér í stofna. Gögn frá Noregi, við eigum mikið betri gögn hér, þeir eru með 4%, ætti að vera innan við 1% sem neðst í skali og síðan eru það þessi þáttur sem að þetta er að þessi fiskur er norskur og fjarskyldur okkur og þetta er í rauninni til skammar að við skulum vera að leika okkur svona með hlutina því að þetta er maður verður kjaftstopp í rauninni. Nú er gert ráð fyrir uppbyggingu á laxeldi í Ísafjarðardjúpi. Já. Hvað er Ísafjarðardjúpi mikilvægt fyrir þorskstofninn? Hvað gerist þar? Já, nú
kann ég ekki svarið, ég vildi ég geti sagt eitthvað vitulegt í þessu, en ég veit að þarna eru mikilvægar uppbyldstöðar fyrir þorskstofninn, hann þarna að nýta þetta svæði og segðast í. Hann kemur á grunnsæfi til þess að hrygna? Já, jú, en þarna þetta meira kannski uppeldissvæði fyrir þorskin og þarna ef þú ert að eyðileggja lífríki fjarðarins að þá ertu að aldeilis að íhlutast þar og svo eru þetta svo sem eitt af hans ætis óðulum eru rækjustofnarnir þó að hafi nú verið minna rækjuna síðari ár að þá til dæmis sannað í Noregi að það minna innfjarðarrækjuna þar sem að þetta lúsa eitur hefur verið notað og þetta er sko alvöru eitur og þetta verið að nota þetta ítrekkað og endalaust með undanþágum og þetta sko, það svo mikið ógeð í þessu að ég man ekki betur en að það hafi eitthvað tengst líka sko hættum varðandi á meðgöngu, ég ætla nú ekki alveg sko hvenna, þetta er slíkt að þetta ætti ekki að vera í boði og þetta er ekki bara eitthvað í kvíunum, þetta er nær kílómetrum saman, lúsinu þetta 20 kílómetra. Þannig að svona eitur áhrifin af svona kví eru langt út fyrir bara stofnin sem þar inni eða kvína heldur. Þetta eyðileggur botnin undir og svo dreifist eitrið og það er ekki verður að eitra því að það er ekki hægt að rækta þetta í svona þéttleika nema að eitra. Já, það sýnir sig. Þú sér það, þetta ber alltaf sama brunni við hérna þegar þetta byrjaði þá töluðum með fjálglegum það er aldrei neitt vandamál með lús á Vestfjörðum. Það bara, aðstæður eru hér þannig. Þetta er auðvitað búið að vera eilíft vandamál og í fyrra haust þá bara svo við komum inn á dýravelferð, sko við verðum að gera það, þá voru þarna drepnir sko á 2.000.000 laxa af því að lýsnar voru búin að éta það inn að beini. Þetta var sko þannig að prófessor í dýravelferð Tryggvi Poppi Tryggvi hérna í Noregi, hann hafði aldrei séð annað eins. Við erum að tala sko tæplega 100 lýs á það verið að tala sko innan við eina til þess að þetta sé bærilegur rekstur á einum fiski að meðaltali, takk fyrir. Og þarna sjáum við bara hvað er að gerast og hvernig má þetta vera. Það er bara gott að koma inn á þetta. Eitt af þessu sem er svona glórulaust og alveg í takti við allt sem er þarna í þessu, sko þetta maður les þetta lagafrumvarp, þá fallast manni hendur. Það er allt gjaldfellt sem varðar náttúruna, allt sem varðar hitt er skýrt og skorinort. En þegar kemur náttúrunni þá er þetta einhvern veginn loðið og teginlegt og það er ekki tekið á neinu og svo með hitt. Jú, það er svona, það er jafnvel eitthvað sektin en það er alltaf eitthvað auka ákvæði. Verður gengið frá með reglugerð ráðherra. Er mögulegt að gefa undanþágu og annað. Þetta er allt í saman. Þannig að braskararnir njóta af avans en ekki náttúran. Algjörlega og þessi dýravelferðarmál ættu að vera mönnum ofalega í huga eins og þau eru nú. Það er nú bara þykir ekki eðlilegt að dýr sem eru alin til mannheldis eins og þarna umræðir séu látin gjalda fyrir lífi sínu í jafn miklu magni og þarna við erum að tala einn af hverjum 5 fiskum að drepast í íslensku sjókvíaeldi og þetta er engin nýlunda sko, við erum að vísu að gera enn betur eða hvað maður getur kallað vinnubröðin eru meiri hér lítilega en annar stað en það voru 20 milljóna sem að drápust í norsku fiskeldi í fyrra, það voru nú bara núna í mars voru verið að byrsta tölur bara í fjölmiðlum núna 300.000 laxar sem voru að drepast í sjókvíum bara til fá samhengi þá kannski voru að hrygna 20-30.000 laxar í íslenskum ám hérna í síðastliðið haust en þetta er sko af því að það er svo mikið lagt upp úr því að við séum að koma þessu á til að halda þessum byggðum í byggð þessum sjávarbyggðum sem að stjórnvöld rauninni eyðilögðu sjálf, kiptu fótunum undan með því að taka kvótan og eins ömurlegt og það var allt saman að þá er það staðreynd sem við lifum við í dag. En af hverju skildum við alltaf fara nota þessar úreltu gömlu aðferðir við að reyna að koma byggðum landsins til aðstofar? Ég botna það ekki því að
nútíminn þannig að hann í flestum löndum þegar menn ætla að gera eitthvað svona til gags, eitthvað til þess að bjarga málum og hjálpa þjóðarhag, þá fara menn í nýsköpun. Sjókvíaeldi hinnendin. Hann sko afdalamennska í sem sagt matvælaframleiðslu sem hefur ömurleg og algjörlega óafsakanleg áhrif á lífríkið. Og í sjálfum sér ekki það deilt. Nei, en rökin sem koma á móti bara, já það má vel vera Jóhannes minn, en við getum grætt svo mikið á þessu. Já, en það hægt að græða á fleiru, það vill nú til og maður hefur alveg skilning á öllu sem að tengist því að hafa atvinnu og búa jável ákveðnum stað og að það sé ekkit sjálfgefið að þó maður fæðist á einu stað að maður eigi að fá stuðning að lifa á þeim sama stað til æviloka, það hefur allavega ekki verið í boði hér í Reykjavík. Ég segi sko það þarf að vera, ég vill hafa og ég held að Íslendingar vilji það almennt, við viljum hafa sterkar byggðir á landsbyggðinni. Þær þurfa að mótast og þróska, eða semst byggjast upp á eigin forsendum. Ekki frá norskum auðkýfingum. Nei, og sjávarbyggðirna voru dæmi það. Það var ástæða fyrir því, það var stutt á miðin og semst ákveðið hagræði af því öllu saman. Síðan var það tekið, en hvað með þær byggðir? Þær nú í flestum tilfellum þannig, en þó að aðeins hafi nú breyst sumt göngulagi hjá fiskum hér í kringum landið, að þær stutt frá miðunum. Og þessar, ég segi, við hefðum til dæmis í staðin fyrir þetta rugl, sem að skapa fáein störf en óendanlega skaða til framtíðar. Við hefum átt að fara í nýsköpun sem að væri sko tiltölulega kannski ekki mjög framúrstefnulega en bara akkurat það sem að hendar okkur. Taka þennan fisk sem við illu heilli að veiða í uppsjávarfiskin okkar. Við erum að veiða hann og menn stórgráða honum auðvitað sem að og landið sömuleiðis, það þjóðarhagur að þessar veiðar, árlegu veiðar og annað, en það minnst af þessu fer til manneldis. Þetta sem sagt fer í mjöl og olíu, þetta brætt og sulla með þetta þannig að mikið af þessu endar í akkurat laxeldisfóður. Fóður fyrir laxa. Já, þannig að þú ert að taka 4-5 kíló og breyta því eitthvað. Það skildi þó ekki vera að nýsköpun með öllum þeim trompum sem eru til í dag og við þekkjum kannski vegan iðnaðinum. Það þarf enginn að segja manni að það sé ekki hægt að breyta þessum matvælum beint í manneldis í mannamat og hvernig skildum við fara að því? Jú, við erum með okkar ágætu rannsóknarsjóði, rannsóknaráð og annað. Við myndum hafa þær áherslur. Við setjum, ef einhver vill stunda slíka nýsköpun, þar sem við höfum löndunarhafnir fyrir þennan uppsjávarfisk, þá fær hann 5 sinnum meira af nýsköpunarfé í þessa veru heldur en að menn myndu annars fá. Þannig myndum við byggja á eðlugum forsendum, ekki bara að breyta þessu í mannamat þarna heldur að myndu skapast þekkingarþjóðfélag á þessum stöðum. Þetta bara svipað eins og við ættum að gera með orkuna þar sem að hún liggur hér og þar landið. Fara úr nýlendu hlutverkinu eða hjálendu hlutverkinu að það sé einhver annar sem að nýti afurðuna með ávinningi eins og norskir auðmenn og eyðileggi okkar svona heimahaga fiskana og fara yfir í þennan nútíma hugsanagang sem að menn tilenga sér víðast á byggðum bólum en við þurfum, ég veit ekki hvort það að því að það er svo stutt síðan við komumst út úr torkofunum eða hvaða erðakallið þetta en við erum í þessum undirlægju hætti, sko það ekki nóg að liggja þarna og bara segja takið það sem hér í boði, heldur það á ekki einu svona að taka neitt fyrir það. Þetta svona, maður svona, já þetta ekki að ganga núna í þessu þjóðfélagi á 21. öld. Segðu mér eitt, þetta svona spurning sem kemur oft upp. Af hverju gera stjórnvöld þetta? Ég hef sagt að það spurningi sem alltaf eftir bara hvað múturnar? Af því að það meikar eitthvað sens ákvörðun stjórnvalda að búa til einhverjar reglugerð til þess að taka auðlindir okkar og færa það einhverjum norskum auðkjöfingum. Mikið ég sammálaður. Ég þessi spurning alltaf... En af hverju vill fólk gera þetta? Það það sem að því að maður fastur í því að maður getur ekki séð fyrir sér ekki auðvitað, kannski ekki auðvitað, maður veit ekki hvað maður að segja, en þessar eiginlegu mútur, þær eru kannski ekki þarna við sjóndeildarhringinn sjáanlegar,
af því að við erum þrátt fyrir allt í svona þjóðfélagið er mörguleiti ágætt, þó að það sé eins og það vanti einhverja kafla í stjórnsýsluna sem að sálega skortir. En það eru samt þessi hrossakaup sem við erum þó alveg frá því að hreppsnefndir voru og hétu og eru enn og upp úr þekkt fyrir að stunda og það er ýmislegt verið að möndla þarna og það eru þessi vinavæðing, við getum kallað það, hún er að leika hlutverkarna og við megum ekki gleyma því hvernig það er búið að byggja upp þessi ráðuneyti og annað. Þetta er kannski byggt upp, sko, maður þarf ekki annað en að horfa á hvernig ráðningar og annað eru, sko, við erum ennþá að sjá það í dag, það sem á að vera alveg að menn eru að fara í gegn með einhver stór embætti þar sem einhverju sem að skera svo úr og eru greinilega hæfastir eru settir til hliðar. Þetta er að gerast enn í dag. Þá er ég ekki að tala alla þá sem eru búin að vera þarna áratugum saman diggir þjónar. Það skildi þó ekki vera að þetta sé einmitt vandinn, að við erum með kerfi svona sem að vinnur að hagsmunum sem eru í rauninni því miður ekki alltaf hagsmunir heildarinnar eða þjóðhagslegir. Kannski skilgreinum þau þetta bara þannig að við vinnum að hagsmunum heildarinnar með því að móta reglunar þannig að þeir sem að vilja græða sem mest, að þeir geti gert það. Þannig það er best fyrir alla. Kannski trúir fólk þessu. Já, ég er ekki að gera lítið úr því, það getur vel verið að trúi því, en þegar þetta stendur skýrum stöfum semst, í þekkingu nútíma, hvar sem þú sko berð niður, þá ef að þetta er skilningurinn, þá verðum við að reyna að skipta út eitthvað af þessu fólki því að sæmilega læst fólk, það þetta veit núna að við verðum að halda vistkerfum heimsins og þar á meðal Íslands í lagi, við byggjum tilvist okkar á því og núna í loftslagsvánni þá er það þannig að þó að hún komi reynda við sögu laxins sem að víkja honum aftur að því að hann er á hverfandi hveli að gera það verkum að það er miklu mikilvægara að við gerum ekki þennan óskunda sem við erum að gera. Laxastofnin er á leiðinni, ég segi ekki alveg lóðbeintniður, þó að íslenski stofnin séu öðrum skári, þá er þetta allt á leiðinni niður á við, hraðbyri og þá ætlum við að fara í þetta sem allir eru að leggja. Elta hérna til heildis. Já, og það er eins og við Kanada, það er verið að moka þessum kvíum upp og það er ástæða fyrir því. Það er stjórnvaldsaðgerð hreinlega. Þeir eru búin að vera að berjast áratugum saman og núna er það komin, við getum sagt, hátt í 40 ár og þeir eru loksins eins og þarna, hún Alexandra Morton, hún hefur gert stóra hluti að berjast gegn þessu, ákveðnu svæði þar sem að Freysir áin og ákveðin sund skapa gríðarlega áhættu og allir vissu og hún var búin að sanna margsinnis. Nú er þetta komið á land. Það tók þennan tíma. Við erum með öll þessi dæmi kringum, Noreg, Bretlandseyjar, Kanada, sko allstaðar það sem þetta er stundað en við ætlum í þáu bara auðmanna norskara að fara þessa leið. Þeir vilja þá ætlum við að fara sömu mistakaleiðin og hinnir. Já, en við erum ekki einu sinni að normenn eru þó að taka að þeim sko ekki bara þegar þeir fá leyfin, hirða þeim miljardana og alls konar, nei, þeir eru skattleikja gróða núna, takk fyrir. 25% fer í skatt. Hér þá stilla menn auðvitað fyrirtækin þannig að það verður aldrei neitt gróðu hér, allt fer út og núna eru einhverjar fáinnar hræður að vinna við þetta og ef að þetta fer í gegn þá erum við að alveg sama með ótímabundið eða ekki ótímabundið, við erum að eyðileggja þessi svæði til langra framtíðar og svo eftir hvaða tekur vikum, mánuði eða 1-2 ár eða hvað það er, þá verða nokkri kallar einhvers staðar í Noregi að stýra fóðudælingunum þarna inn og þá geta þau fengið hverja einustu krónu. Þeir eru búnir að fá undanþágur á þessu undanþágur og hinu, þeir fengu að koma með brundbáta til lands, vissu allir að kæmi með því auðvitað sjúkdómar. Hver á að tryggja það að þú náir alltaf sóttines allt í sjúkdómar, þetta, hitt, allt í boði fiskadisins og svo á þetta að vera gratis auðvitað í óvanlag. Jóhannes, takk fyrir að koma hingað og ræða strandeldi stund. Takk fyrir. Takk. Við munum halda áfram að fjallum strandeldi á næstu dögum og vikum.
fylgist með því, en framöndan er annar kafli í leita okkar einhverjum skilningi á þessu samfélagi sem við lifum í. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.